og fólk segir af hverju ættu að verðlauna einhvern til að haga sér vel og reyna að ná árangri. En það bara fólk, sko, við erum að tala hóp sem að með fjölþættan vanda og fangelsin eru sem sagt full af fólki sem að það getur verið þroskaskert, það getur verið með ADHD, það getur verið framheilaskaða, það með vímuefnaraskanir, geðfatlanir, alls konar hlutir sem sem þarf að vinna að og hafa ekki fengið og vinna úr öllum áföllunum sem það fengið líka. Upp til hópa eru fólk með mikið félagslega vanda í fangelsunum og þannig að sko það skiptir svo miklu máli fyrir okkur að endurhæfa þennan hóp af því að ég hef nú sagt þetta reyndar milljón sinnum en ég get alveg sagt það aftur en sko með því að gera þetta svona þá fáum við endurhæft fólk út úr samfélaginu og fjölskyldurnar fá sitt fólk tilbaka og börnin fá foreldra sína eða líka tilbaka og fólk fer að vinna fólk fer að borga skatta fólk hættir á örorku og styrkjum sveitafélaga þannig að þetta sparar pening í sko hjá lögreglu og dómstólum, fangelskerfinu, heilbrigðiskerfinu, almannatryggingakerfinu, alls staðar þannig að þetta alveg vinn dæmi. Þannig að það kemur alltaf á óvart að það sé ekki verið að setja meiri pening í þetta. Þetta fækkar líka glæpum, fækkar endurkomu í fangelsi og það sem númer 1, 2 og 3 í þessu að þetta fækkar brotaþolendum. Það ættum við alltaf að hugsa fyrst og fremst. Ég veit alveg að okkar samfélag það mikið krafa að vera með þolendavænt réttarkerfi og þolendavænt allt saman og ég alveg hlynntur því og skil allt varðandi það. En við megum ekki gleyma því sko, að við þurfum að fókusa á þennan hóp af því annars fjölgar brotaþolendum.